Komið sæl, kæru jarðamerki. Ég ætla að leggja nokkuð spil fyrir ykkur. Svona fyrir þessa byrjun á júlí, nýja mánuðinum, sumarmánuðinum okkar. Og við byrjum á nautinu. Orkan sem að kemur inn í byrjun júlí fyrir nautið kemur hér. Það er spilið dögg. Orkan sem að nautið fær með sér í lið hérna er fersk og ný og líka hrein og tær. Þannig að þetta er jákvæð og góð orka og vonandi getur nautið notað hana til fulls í það sem að er framundan. Þá tökum við hérna nokkur spil. Fyrsta spilið, nautið er að kljást við einhvers konar innri baráttu. Kjarni málsins hjá nautinu er ef til vill að fást við of marga hluti í einu eða þá að það sé rífandi samkeppni varðandi eitthvað mál sem er í gangi. Allavega er einhvers konar óróleiki innra með þér, kæru naut. Það sem hjálpar eða hindrar er að þú ert með marga möguleika og ef til vill of marga sem kannski ruglaði í rýminu. Það getur verið að þú sért með ákveðna draumóra það hvernig hlutirnir geti verið eða í að vera. Það getur líka verið að þú sért með valkvíða og er erfitt með að velja veginn framundan og sjá hvað er hið rétta í gæsalöpum. Þú þarft ef til vill að leggjast undir feld og skoða málin betur á meðan þú ert svona óákveðin eða í vafa. Það er ekki gott að taka ákvarðanir meðan að orkan er þannig. Það sem sést og er augljóst hjá þér, kæru naut, það eru ráðleggingar að færa þig set. Flutningar einhvers konar eða það að fara frá vandamálinu í ákveðna stund gæti fært þér nýjar upplýsingar eða nýja líðan. Það komið tími til að þú skiljir eitthvað eftir þig, snúi baki við einhverju. Það getur verið staður, aðstæður, manneskja eða eitthvað sem hefur verið að valda þér erfiðleikum. En þú ferð allavega með ákveðin skilning á málefninu með þér og skapar þér nýja tilveru einhvers staðar annar staðar ef að svo má segja. Ef til vill ert að yfirgefa vinnustað, það geti verið að færa þig set. En það sem er undir niðri og þú áttar þig ef til vill ekkert alveg á, kæra naut, það getur verið manneskja hér sem sér málið þín skýrt. Og það er líka verið að benda þér á að þú þarft ef til vill að fá, eins og ég sagði áðan, skýrari sýn á málin áður en þú tekur ákvörðun. Það að horfa bara beint fram á við og afla þér réttra upplýsinga getur verið mikilvægt akkurat núna. Þannig að hafðu það í huga því að það kemur upp hérna eins og eitthvað sem að þú ert ekki alveg kannski búin að átta þig á. Aðdragandinn að þessu öllu saman kemur hér upp sem svona ákveðið hjálparspil. Þú hefur ef til vill þegið hjálp, fengið hjálp frá einhverjum eða gefið hjálp. Þú ert að koma úr ákveðnu flæði þar sem að best hefði verið að hlutirnir væru í jafnvægi og kannski hafa þeir verið það en það hefur bara ef til vill ekki nægt þér.
þú hefur kannski gefið meira heldur en þú hefur fengið tilbaka og þá skapast ákveðið ójafnvægi. Og mér sýnist samt hjálpin hafa staðið til boða, kæra naut. Ef til vill hefur ekki þegið hana eða hún hefur bara ekki hendað þér eins og sakir stóðu þá. Og ekkert við því að segja, en mér sýnist þú, kæra naut, vera allavega í svona gjafmildum sporum og tilbúin að, eða hafa verið tilbúin að reyna að jafna hlutina út. Ég skal ekki alveg segja í hvaða aðstæðum þetta hefur verið. Það veist þú kannski betra sjálft, kæra naut, skulum við segja. Þetta er allavega þaðan sem þú ert að koma. En þangað sem þú ert að fara, það sem er að koma til þín, það er ákveðnar upplýsingar og ef til vill það upplýsingarnar sem ég talaði áðan að þú þyrftir að afla þér áður en næsta skref verið tekið. Það getur verið líka einhver sé að afla sér upplýsinga þig og sé að íhuga að hafa samskipti við þig því að alls konar samskipti koma inn með þessu spili. Og það er líka kannski lykillinn að velgengninni sem er framundan. Það eru samskipti og felast í skýrum og góðum samskiptum því þú færð hérna 2 spil sem að tákna það. Þannig að það er hlutur sem þú mátt hafa í huga, kæra naut. Og samskipti eru lykillinn hér og einnig upplýsingar. Og þetta getur verið líka ný manneskja í lífiðinu eða ung manneskja í lífiðinu sem kemur inn með ákveðna hluti, ákveðna lausn á málum og vill ræða. Gættu bara á því að segja ekki frá neinum leyndamálum sem þú vilt ekki að fari lengra því það er ákveðið svona slúður sem fylgir þessu spili, það er að segja eða kjaftagangur, kannski ekki endilega illa innrætt en einhver síður ef þú vilt ekki að upplýsingarnar einar fari á flug, þá skaltu halda þér höndum. Að lokum, kæra naut, ætla ég að draga hérna fyrir þig heilunarspil. Og þú fær spilið tilfinningaleg heilun eða emotional healing. Já, það er að tala hérna að þú eigir að halda þér á floti á meðan þú ert í auga stormsins. Og meðan þú ert í auga stormsins finnur ekki fyrir stormum. Þá er mjög gott bara að loka augunum og anda djúpt ofan í maga og hugleiða og láta hlutina bara gerast í kringum þig, láta það ekki hafa áhrif á þig. Svo er hérna ábendingum líka að flokka þig góða frá hinu vonda, ef svo má segja. Að taka til þín það sem nýtist þér, taka til þín aðalatriðin, geyma auðvitað smáatriðin, þangað til seinna. Og það er mikil hreyfing í þessu spili, ákveðin hvirfilbylur hérna í kringum þig. Það getur verið að allt sé á þeytingi eða rú og stúi í kringum þig. Og þar á meðal tilfinningarnar þínar og þá er bara ennþá mikilvægara að halda ró sinni, gefa gaum að tilfinningunum þínum og heila þær, virða þær og ekki ýta þeim til hliðar, heldur hlusta á þær, hvað eru tilfinningarnar þínar að segja þér og taka tillit til þeirra. Ef þér líður ekki sem best að taka þá tillit til þín, setja þig í fyrsta sæti eins og áttur reyndar alltaf að gera, kæra naut. Og hlusta á tilfinningarnar þínar ef þær eru að segja þér eitthvað sé ekki í lagi, ef þær eru að reyna að ýta undir að þú færir þig og komir hreyfing á hlutina, að taka það þá til þín, kæra naut. Ég óska þér allsins besta með þetta, kæra naut, og þangað til ég byrja á næsta merki sem er þá meyjamerkið, ljós og kærleikur.
Komdu sæl, kæra Meyja, og ætla ég að taka nokkur spil fyrir þig. Ok, við byrjum á að skoða aðeins orkuna þína og tökum spil fyrir þig áður en við förum svo í síðasta jarðarmerki sem verður steingerðir. Meyjan, þú fær spilið Germinate sem er einhvers konar gróska eða spírun eins og sést á myndinni að fræ að spíra. Það er eitthvað nýtt á seiði hjá þér, kæra Meyja. Eitthvað nýtt að gerast, nýbyrjun á ákveðnu ferli í lífið þínu, ákveðnum hlutum. Kannski eitthvað nýtt sem þú hefur verið að taka þig fyrir hendur. Nýjungar að koma inn, nýtt fólk, nýjar aðstæður. Og það lofar góðu, skulum við segja. Ok. Og tökum við hérna næst. Hver er kjarni málsins í því sem Meyjan er að díla við þessa dagana? Það er þetta fallega spil æðsta prestinjan. Hér erum við að tala andlega tengingu, sterk tengsl við alls kyns dulræn mál. Hérna er líka ákveðin leyndamál í gangi, ákveðin þögn ákveðna hluti. Ef til vill ertu í mikilli íhugun, kæra Meyja, þessa dagana og þú ert ekkert mikið að ræða það sem er að gerast í lífið þínu. Kannski ertu full af einhverjum leyndamálum. Hver veit? Og þú ert kannski að leyfa hlutunum svolítið að gróa og dafna og spíra vel áður en þú ferð að gera eitthvað með þá eða ræða þá eða taka þá upp á yfirborðið. Það sem er að hjálpa eða hindra í þessu ferli, kæra Meyja, það getur verið það að þér finnst þú ekki komast áleiðis eins og þú hefði viljað. Það er ákveðin ósigur sem að þú ert að upplifa. Nú, kannski finnst þér eins og þú verðir að vinna eða sigra í einhverju máli. Þú getur verið að berjast við einhvers konar bákn, þú getur verið að berjast við heilsuna þína, ákveðna líðan eða að þú sért í það sé einhver manneskja með ákveðin mótþróa sem þú ert að reyna að díla við. Hvað sem það er, þá allavega upplifir það sem ósigur. Það þarf ekki að vera eins slæmt og þér finnst. Þú átt að til, kæra Meyja, og ég segja með fullri virðingu að taka hlutunum svolítið alvarlega og vera svona frekar á neikvæðu róli oft á tíðum. Ég myndi ekki hafa of miklar áhyggjur af þessu. Þetta er tímabundið ástand. Þetta er akkurat bara það sem þú ert að upplifa í núinu. Nú, næst er það sem er augljóst í lífiðinu, uppi við og það sem við vitum þegar að við sem þekkjum þig ræðum málin við þig. Það er það að þú hefur ákveðið að yfirgefa ákveðin kafla í lífinu eða ákveðin aðstæður. Það getur verið ákveðin manneskja. Þú ert búin að ákveða að þetta nægir mér ekki og ég ætla að fara og leita hamingunar annars staðar. Ég ætla að fara að leita betri stað, betri tækifærum. Ég ætla að finna 9. bikarinn sem vantar hér til að gera ákveðið jafnvægi í lífi mínu. 9. bikarinn á eftir að færa mér hamingu, uppfylla vonir mínar og óskir og ég er farin af stað að leita. Og þú heldur hérna af stað út í óvissuna, alls óhrædd og snýr baki við hennu gamla. Þetta er aldeilis, ég myndi segja að þetta væri hugrökk orka. Og með við byrjunarspilið hérna þar sem þú fékkst með nýju frækornin, þá er eitthvað mikið á seiði í lífiðinu, Meyja, eða mikil svona ný uppgötvun. Það sem er undir niðri og þú ekki sérð endilega eða veist af.
fyrsta sem kemur til mín að þessi gosi manneskja í lífiðinu. Þetta gæti verið ung manneskja því gosin táknar ungt fólk. Þetta getur líka verið manneskja sem ung í anda, ung í hugsun. Hún ef til vill að afla upplýsinga þig, hún gæti verið að reyna að ná sambandi við þig eða vill koma á samskiptum ykkar í milli. Kannski eru þau samskipti nú þegar eitthvað farin af stað en þú ert ekki búin að heyra af þeim ennþá, þú ert ekki búin að lesa skilaboðin eða sjá skilaboðin eða eitthvað slíkt. Af því að nú ég ekki að lesa hérna fyrir neitt langan tíma. Þetta svona bara núið og allar næstu dagar. Og það eitthvað forvitni í gangi hjá viðkomandi þig. Og bara jákvæð orka sem kemur með því að þetta bara partur af þessu nýja sem við töluðum áðan. En ennþá ert þú þögul og ert ekki að tjá þig neitt þetta. Síðasta merkingin sem ég fæ með þessu að þetta gæti verið þú sjálf, kæra mey, að reyna að tjá þig. En einhverja hluta vegna það ekki, það ekki að ganga það, þú ert bara ekki að tala nógu hátt. Því að það ríkir svo mikil þögn í kringu þig. En öllum líkindum þetta annar einstaklingur. Ok, skulum ekki dvelja of lengi við það. Aðdragandinn að þessari stöðu sem ég búin að tala og það sem búið að gerast, þá færðu hérna lukkuhjólið. Hér eru skemmtilegir, óvæntir hluti búin að gerast í þínu lífi, Meyja. Og stemmir allt við það sem ég sagði hérna á undan. Eitthvað sem að þú hefur ekki átt von á eða hefur komið skemmtilega á óvart. Eitthvað sem að þú hefðir ef til vill ekki tekið fyrir hendur nema ákveðnar aðstæður hefur verið í þínu lífi eða eitthvað sem þú hefðir ekki farið, eitthvað staður sem hefðir ekki farið á. Ferðalag kemur hérna inn líka. Ef til vill að koma úr ferðalagi og þessi mikla þögn sem ég talaði svona ákveðin partur af því að melta þetta ferðalag eða melta árangurinn og það sem gerðist. En hvað sem það hefur verið, þá hefur það verið skemmtilegt. Og allt gott það að segja. Það sem að koma til þín, kæra mey, og hingað ert þú að fara. Þú ert að koma úr þessari óvæntu skemmtilegu orku og ert að fara inn í réttlætis tímabil, ef við getum sagt svo, eða inn í réttlætis fasa í þínu lífi. Það gæti verið að það komi skyndilega manneskja inn í lífið þitt sem að bara eins og púsluspil sem að þig akkurat vantaði. Og með því að þetta púsluspil kemst á réttan stað í þínu lífi að þá komið ákveðið réttlæti og ákveðið jafnvægi. Ég veit ekki af hverju ég fæ mannesku hérna upp. Stundum, þær koma stundum hérna af því þetta sko tromp og táknar venjulega ekki manneskur. En hvað það? Já, þetta getur verið manneskja í vogarmerkinu líka því að stjörnumerki vogin hérna merki þessa tromps. En skiptir ekki öllu máli hvort sem þetta manneskja eða aðstæður. Það að komast á þetta fína, flotta jafnvægi í lífinu og lífið loksins að skila þér einhverju sem að þú átt skilið. Það að segja þessi ósigur sem þú varst að finna fyrir hérna áðan, honum ætti að vera að ljúka þetta leyti og þetta ákveðin sigur fyrir þig, kæra Meyja. Og ég fæ bæði svona
sorg og gleði með þessu spili. Kannski sorgina yfir því að kveðja það sem var en gleðina við að taka á móti einhverju nýju. En líka það að þú finnur fyrir sorginni sem hefur kannski fyllt þér dálítið lengi þar sem að þú ert búin að vera að berjast við eitthvað sem að þér hefur fundist þú alltaf vera að tapa fyrir. En nú er loksins komið að sigrinum. Þetta getur verið á hvaða sviði sem kæra Meyja, vinnulega, fjölskyldu, varðandi ástina, hvað sem Ok. Ekki meir það. Þú fær hérna eitt heilunarspil að lokum. Vá, þetta fallið spil, elsku Meyja mín. Leikgleði, playfulness. Leyfðu þér að hlæja, njóta lífsins. Lyftu andanum upp, skapaðu, gefðu eftir, slakaðu þér bara inn í stundina sem kemur, hreinsaðu hugan þín, búðu til tíma til að leika. Og slappaðu svolítið af eins og einhver gömul Heipa Ljósett sagði einu sinni. Þetta bara gleðilegt spil. Ábendingum að leika sér, sleppa tökum á barninu í sjálfu sér. Var ég ekki að segja hérna áðan, elsku Meyjan mín, að þú væri stundum svolítið alvarleg? Þetta bara ábending að leyfa henni hliðinu svolítið að njóta sín á næstunni. Og mér sýnist allar aðstæður verða þannig að það verði hægt. Að þú þarft bara að sleppa fram það beislinu og leyfa þér. Ok, frábært kæra Meyja. Þá ætla ég að fara yfir í steingætina, þriðja og síðasta jarðarmerkið, en þangað til óska ég alls hins besta og ljós og kærleikur til þín. Komandi sæl, kæra steingæt. Þá komið að spilum fyrir þig. Síðasta jarðarmerkið. Ég ætla að byrja á því, kæra steingætin mín, að draga spil sem sýnir hvaða orkar að koma inn fyrir því núna í byrjun júlí. Þú farið hérna spil sem heitir Þurrkur. Þetta bendir til þess að einhvers konar skortur hjá þér, kæra Meyja. Gæti verið andlegur, skortur á andlegri tengingu, skortur á samskiptum eða tilfinningalegri vellíðan. Eitthvað sem fjarverandi sem að þú saknar og svo líka bara það að þið þyrstir í eitthvað. Þetta vil þyrstir þig í mannlega tengingu, þetta vil þyrstir þig í ást, einhvers konar þekkingu. Ekki alveg besta spilið að fá, en við skulum sjá hvort að næstu spil segi ekki eitthvað til hvernig þú vökvir þennan þurrk. Ok. Kjarni málsins, kæra steingæt, hjá þér. Já, það svolítið í stíl við þetta fyrsta spil að hér eru erfiðleikar sem að taka enda, nota bene. Þetta svona spil sem segir að manni líði eins og maður hafi verið stungin í bakið. Einhvers konar svik, þetta geta verið veikindi, endir á veikindum. Við sjáum að dögunin hérna úti við sjóndeildarhringinn. Eftir þetta getur staðan ekki orðið verri og elsku steingætur, ég vona að ykkur líði nú ekki alveg eins og manneskjunni á spilinu. Ég efast nú að hún sé á lífi, blessunin. En takið þetta þannig að nú getur þetta ekki versna. Heldur nú fari hlutirnir bara upp á við. Þetta svona svartasta stundin fyrir dögunina. Það greinilega búið að vera erfitt, kæra steingæt. Það sem hjálpar eða hindrar í þínu tilviki hérna, kæra steingæt. Ok, skulum taka hindrunina fyrst. Það sem að hindrar í að málin gangi vel. Það getur til dæmis verið fíkn. Ef þú ert að glíma við fíkn,
leitaðu aðstoðar, taktu það föstum tökum. Það getur verið of sterk tengsl við eitthvað. Þú getur verið of bundin fortíðinni. Þú getur verið of bundin einhverju ákveðnu manneskju. Peningar geta skiptið of miklu máli. Þannig að þú leyfir þér ekki að lifa lífinu án þeirra. Það er að segja að hafa gaman á lífinu og njóta einhvers utan efnislegra gæða. Nú, það jákvæða vitaspil og það sem að getur hjálpað þér, það eru sterkar tengingar þínar við annað fólk sem getur hjálpað þér upp úr ákveðnum ógöngum eða ákveðnu fari. Þetta geta verið manneskjur, þetta geta verið, einhvers konar efnislegur ávinningur getur þetta líka verið sem að hjálpa þér ef að það er skorturinn í lífið þínu að þið vanti fjármuni til að gera eitthvað. Þá er það jákvæða við þetta og það er mikil og sterk sköpun í þessu spili líka. Hún geti líka hjálpað þér að komast út úr einhverjum ógöngum. En skulum halda áfram. Það sem að er augljóst hjá þér, kæra Steingitt, það er að þú ert að ljúka ákveðnum kafla, eins og ég sagði hérna áðan að það er endir á erfiðleikum. Þú ert að ljúka ákveðnum kafla varðandi tilveru þína, líf þitt og ert að fara að standa uppi sem ákveðin sigurvegari og ert að fara að fagna. Það er partí framundan, það er gleði, einhverjir ykkar kæru Steingittur ef þið vill að skipta húsnæði eða útskrifast úr námi eða bara skóla lífsins. Það er verið hérna að halda upp á eitthvað og ef þú ert ekki að fara að halda upp á eitthvað, kæra Steingitt, þá máttu gjarnan gera það. Bara halda upp á að vera til og halda upp á að lífið er gott og veðrið er gott allavega í augnablikinu. Það má nú aldeilis halda upp á það og vera þakklátur fyrir á meðan það er ekki verra. Það sem er undir niðri, kæra Steingitt, og þú áttar eða vill ekki á eða hefur ekki tekið eftir. Það er sterk andleg tenging. Þú kannski áttar ekki alveg á því að það stendur til boða að leita þér aðstoðar, leita hjálpar hjá andlegum leiðbeinendum þínum, englum, hvað sem þú vilt kalla þá, hjálpendum. Alltaf boðnir og búnir að aðstoða þig en þú þarft að biðja hjálpina. Það sem þú kannski sérði ekki eða veist ekki af er líka ákveðin viska sem að þú áttar ekki á að þú býrð yfir eða veist ekki alveg hvert þú átt að leita til að finna hana. Það mun allt saman ljúkast upp fyrir þér þegar tíminn er réttur. Þú býrð greinilega yfir andlegum hæfileikum, kæri Steingitt, sem kannski þú ert ekki að nýta til fulls, þér og öðrum til góðs. Ok, aðdragandinn, það sem er búið að gerast varðandi þessa stöðu sem þú ert í, hann sýnist mér vera einhvers konar eftirsjá eða iðrun, eitthvað sem hefur ekki farið á þann veg sem þú vildir og þú ert pínlítið ennþá að horfa til fortíðar. Það getur verið ákveðin sorg í fortíðinni, það geta verið hlutir sem hafa ekki gengið nógu vel að þínu mati, en það er verið að benda þér á að snúa þér að því góða sem þú hefur í lífinu núna og reyna að byggja upp líf þitt aftur þannig að það verði eins og þú vilt helst hafa það. Þó aðdragandinn hafi verið erfiður, þá eru betri tímar framundan. Og það sem er framundan, kæra Steingitt, þangað sem að þú ert að fara, það er mikil gróska. Þú ert hér sýnd vera búin að gróðursetja. Þú ert búin að setja hérna niður ákveðnar, tréjurtir sem eru byrjaðar að gefa ávöxt og eiga eftir að gefa þér meira. Mér sýnist eins og einn peningurinn hérna sé orðinn þroskaður
og þú þarft aðeins að sinna hinum betur, hinum 6, áður en að þeir geta farið að nýtast þér. Það er kominn tími til að hvíla sig, kominn tími til að svona horfa yfir farin veg með stolti og sjá hvað þú ert búinn að áorka miklu, þrátt fyrir kannski einhvers konar skort, og þú átt eftir að uppskera meira heldur en þú heldur. Þetta er ákveðin hvíld frá vinnu líka sem að kemur hérna inn, enda komið langt fram á sumari og kannski kominn tími til að taka sér smá frí. Þið sjáu að hann svona hvílir sig dálítið fram á hakan eða hvað þetta er sem hann er með hérna. Er orðinn dálítið lúinn. Ok, kæra Steingeit, þá ætla ég að lokum að draga fyrir þig heilunarspil. Þú færð hérna afskaplega fallegt spil. Varðandi ást, varðandi sjálfsást. Heilug ást. Taktu sjálfsástina skrefinu lengra. Þetta spil táknar alls konar bata og uppbyggingu fyrir sambandið þín, líka sambandið við þig sjálfa, kæra Steingeit. Þetta getur táknað fjölskylduna þína eða vinasamband. Það er verið að benda þér á að fara inn á við og skoða hvað þú finnur þar. Eins og ég var að tala áðan með andlegu tenginguna. Hér er líka verið að benda á innsæið og það að fara inn á við og nýta innsæið og skoða andlega hæfileika sem að þú kannski vanrækt, sem að gætu nýst þér í þessa uppbyggingu sem er framundan. Ok, kæri Steingeit, ég ætla að láta þetta vera lokaorðin og þakka þér fyrir að horfa og hlusta. Gangi þér rosalega vel með þetta allt saman. Ljós og kærleikur.